Helena, fyrsti leikur sumarsins, hvernig spennustigið á liðinu? Spennustigið bara flott held ég. Mér fannst það svona ákveðnar í því að byrja vel á heimavelli og bara spenntar. Ég held að það sé eiginlega orðið. Við erum búin að æfa mikið fyrir þetta og nú loksins komið að þessu og það bara virkilega góð stemming í hópnum. Og hvernig líst þið bara svona á sumarið og deildina í heild? Ég held að þetta verði hörku deild, ég held að það má svona fyrirfram búist við kannski Haukum, FH, Þrótti í svona toppnum og okkur með. Ég held samt að allir leiki verði erfiðir þó að úrslitin hafi nú ekkert verið skemmtileg í deildinni í gær, 10-0 sigur hjá Þrótti og verðist svona alltaf verða kannski erfiðast hjá IR og Grindavík, en ég held svona að það rosalega erfitt að átta sig alveg á hvernig deildin spilast. Þið hafið mist töluvert af reynsluboltum og svona Unnur og Maren en hvernig hópurinn bara ætli þetta að vera erfitt fyrir ungu stelpurnar að koma inn í þetta? Þær hafa gert virkilega vel í vor og ég bind vonir við að það verði framhald á því núna. Já, það við höfum mist gríðarlega sterka reynslumikla leikmenni í Unni og Maren og Heiðrúnu og Bergdísi Fanney. En ég held svona að tempóið í liðinu breytist bara örlítið en ég finn það alveg að það eru gráðugar sem eru að koma inn í staðinn og búin að bíða eftir tækifærinu og þá er bara eins gott að nota. Þrátt fyrir það að þið hafið mist svona mikið, þið lentu í 3. sæti fyrra, þá var eitthvað spáð 3. sætinu á fótbolti.net daginn. Er það ekki svolítið hátt fyrir svona ungt og reynslulaust lið? Jú, mér finnst það svolítið sérstakt en ég er ánægð með það. Þá hefur fólk trú á því sem við erum að gera og stelpurnar svo sem í lengjunni sýndu alveg flotta leiki þó við værum að spila við pepsdeildarlið. Þannig að ég kvíði engu. Við eigum opbóðslega mikið af ungum efnilegum stelpum hérna og þær fá bara eldskírnina. Þeim á örugglega eftir að mistakast eitthvað en þeim á eftir að takast fullt og læra fullt og við erum bara þolinmóðir, gefum þeim tíma en ég er alveg viss um að það standa sig. Tori fekk rautt spjald í síðasta leik, á síðasta tímabili og er í banni í dag. Dagný stendur í markinu og Skagamenn þekkja hana ekki. Hvaða stelpa er þetta og verður hún með okkur í sumar? Nei, við fengum hann í þennan eina leik. Dagný spilaði hjá mér á Selfossi 2010 og ég gjörsamlega búin að fara yfir allar bækur síðan að ég byrjaði að þjálfa bara í því að finna markmann. Dagný var laus og ekki að æfa. Hún var rifin á lappir og er að spila þennan leik en við Skagamennum ekki rosalega sáttir við KSÍ akkurat í þessu máli því að Anita er okkar varamarkmaður og átti að vilja spila þennan leik. Var valin í U16 en meiðist en svona, okkur fannst við ekki fá mikla aðstoð en við reddum okkur og Dagný ætlar að hjálpa okkur í dag. Helena, þakka þér kærlega fyrir, gangi ykkur vel. Takk kærlega. Og Margrét var þar vandasama verkefni að reyna að búa til einhver úr þessu horni. Það er það leiðilegasta við Róki, það getur verið erfitt þessi föstu leikatriði. Ég held að sumir séu spenntir samt fyrir svona. Og Selma lyftir honum bara yfir Dagnýju og fyrsta markið komið. Þarna var eitthvað kæruleysi, Selma var gjörsamlega alein fyrir utan teig. Gat aðtapna sig og lyfti boltanum bara yfir Dagnýju í markinu. Vel gert hjá Bryndísi hér og þá er það hún kemur honum, reyna að koma honum inn á býta þarna Ólöf og hún skorar! Fyrsta mark Skagakvenna í sumar, Ólöf setur boltan í markið. Þetta var virkilega vel gert. Þá er þetta fínn bolti og hann er hérna inn á, þetta er í slána og Það endar þessi bolti. Nei, þetta endar í fanginu á Anitu. Þetta var ótrúlegt. Þetta var aldeilis. Já, hún setti Ólöf pressu, glæsilega gert og hann tvöfaldur. Og hér er flautað til leiksloka. Lokatölur 1-1.